Anastasia, til hamingju með sigurinn í fyrsta heiðmerkur hlaupinu. Takk fyrir það. 12,5 kílómetrar held ég þetta sé cirka. Hvað var tíminn hjá þér? 1 klukkustund og 31 sekúndur. Já, frábært. Hvernig ertu að æfa með einhverju skokkhóp eða hvernig? Því að var kannski nýtt andlit í hlaupunum? Já, reyndar ekki. Ég er bara aðallega að hlaupa sjálf. Já. Og með manninn minn líka, en aðallega sjálf. Ég byrjaði þegar ég var 12 ára og hef bara haldið áfram bara í tímabil. Svona stundum frekar mikið sumarið, stundum mikið veturnar. Í Svíþjóð sjálfsögðu er rosalega fínt tækifæri til að hlaupa í kringum veturnar í kuldanum, þannig að ég hef gert það mikið. Já, þú bjóst þar svolítið tíma eða það ekki? Já, ég fór í skóla þar og svo fór ég í háskóla í Bretlandi. Já, en hvaðan ertu? Ég er úkraínsk, ég er fædd í Úkraínu, en ég fór í skóla í Svíþjóð og svo flutti ég til Englands þegar ég var 19 og svo til Íslands 3 mánuðum síðan. Já. Ertu að hlaupa, æfingar þessu stundar, ertu að hlaupa mikið hérna í heiðmörkinni eða á svona náttúrustígum eða hvernig er þetta hjá þér? Já, reyndar er náttúruhlaup bara besta hlaupi sem ég finnst. Mér finnst það gaman að sjá bara hvernig umhverfið breytist í skóginum og út í náttúrunni. Ég hlaup ekki mikið á malbiki. Ég hef verið mikið í heiðmörkinni á fjallahjóli. Þetta er þess sem ég þekki stígana hér. En þegar það kemur að hlaup þá hlaup ég kýs að hlaupa hérna í fjöllunum, þannig að fjallahlaup eða fjallgönga. Það er það sem ég geri. Ekki svona sérstakt. Hefurðu verið að keppa eitthvað í sumar í þessum hlaupum sem hafa verið? Já, það byrjaði með hengill ultra og þar tók ég fyrsta sæti í mínum aldursflokki í 10 km. Þannig að svona byrjaði það. Ég er ekki svo slæm. Og svo held ég áfram bara að hlaupa í sumar af því ég á föstu á Íslandi að sjálfsögðu þetta COVID. Þannig að og svo fór ég núna Eldslóðin. Ég fór líka Bakgarðinn nokkrum vikum síðan, en það var bara meira svona hvað eru margir hringir sem þú getur tekið. Þannig að ég tók bara 3 hringi. En svo fór ég Eldslóðin í síðustu viku ásamt Landsnet MTB eða fjallahjól og þar tók ég fyrsta í aldursflokki og númer 2 í bara almennt kona, like women's. Og þú ert bara á fullu í hjólum og hlaupum? Já, ég mér finnst það bara gaman. Ég er ekki að gera þetta fyrir að keppa eða neitt, en mér finnst það svo hvetjandi að vera saman í svona keppnisumhverfi og bara gaman að sjá fólk sem er að gera þetta líka þannig. Og maðurinn þinn er að hlaupa líka, ekki satt? Já, hann er í náttúruhlaupum, eða hann var í náttúruhlaupum í ákveðinn tíma og svo höfum við verið að hlaupa og hjóla saman, þannig að þetta er bara áhugamál. Frábært, gaman að þessu. Takk. Takk fyrir.